Verið nú hjartalega velkomin og innilega til hamingju með þennan brúðkaupsdag og þessa brúðkaupsstund, kæru brúðhjón og kæru veislugestir, til hamingju með Marion og Orovan. Þið heyrið það að ég tala íslensku, ég ekki að tala tailensku eða ensku, en það nú þannig að þessi athöfn fer fram á íslensku, en Orovan hefur fengið vinkonu sína til þess að túlka fyrir sig. Og þannig ég þarf víst að tala aðeins hægar og stoppa svolítið á milli. Gott. Brúðarmarsinn búinn og þá hefjum við þessa heilugu stund á því að signa okkur og við segjum öll saman í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Ég ætla að lesa það sem Jesús segir heilagt hjónaband. Hann segir í Guðspjalli Mattheusar: Hafið þér eigi lesið að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði: Fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Þannig eru þau ekki framar tvö, heldur einn maður. Það sem Guð hefur tengt saman, má maður eigi sundur skilja. Og mér langar ennfremur til þess að lesa fyrir ykkur, brúðhjón, aðeins kærleikann. Það sem að Páll postuli segir: Kærleikurinn langlyndur. Hann góðviljaður. Kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, ekki langræki. Hann gleðst ekki yfir óréttvísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, ber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Þannig hljóðar hið heilaga orð og við erum sæl þegar við heyrum Guðs orð og varðveitum það í hjörtum okkar. Amen. Amen. Nú ætla ég að vera með nokkur orð til brúðhjónanna og þá ætla ég að tala mjög hægt og þú myndir kannski túlka. Ég skal stoppa. Og svo minnir þetta okkur öll á að það gott að slökkva eins og símann meðan þetta fer fram. Orovan og Marion. Það svo fallegt að fylgjast með þessu ferli ykkar. Fyrst var það blessunarathöfn utan ykkar hjónaband í heimalandi brúðar að búta sið. Og svo samskonar athöfn hér í heimalandi brúðguma að kristnum sið. Þetta birtir gagnkvæma virðingu ykkar fyrir siðum og trú hvors annars. Jafnvel þótt þú, Marion eða Malli, ég má kalla þig Malla, hafir ekki skilið mikið við stundina úti, þá skynjar þú vel að það var kærleikur og virðing í andrúmsloftinu. Þetta eru líka alþjóðleg tungumál, kærleikur og virðing. Og það á sömuleiðis við Orovan hér, að hún skilur nú ekki mikið hvað presturinn að segja, en hún finnur og sér að hér kærleikur og virðing í gangi. Og það eru lykilhugtök í hjónabandinu, kærleikur og virðing. Og það eru hugtökin, þessi orð, kærleikur og virðing, þau næra hjónaband.
Þeir báðir, Búdda og Jesús, hafa þessi orð í heiðri. Búdda talar til dæmis hatrið sem hugareitur og bendir á hinn áttfalda veg sem felur það í sér að taka þá ákvörðun að hætta við alla fjandsemi. Ég er ekki viss að Búdda yrði ánægður með framlag okkar Íslendinga til Eurovision í ár. Og svo er það Jesús sem talar það að þú skulir elska Guð og þú skulir elska náungan eins og sjálfan þig. Að þú að elska. Jesus says that we should love God and we should love our neighbor as ourselves. Og það hitt í þetta kærleiksboð. Já, það líka fallegt að sjá hvað þið leggið mikið á ykkur til þess að eiga þessar heilugu stundir með fjölskyldum ykkar. Og þar talar líka kærleikurinn og virðingin. Og þetta eru líka tengingarnar sem við þurfum á að halda í lífinu. Það er tengingin með æðri mátt eða Guð og það er tengingin með fólkið okkar. Our connection to God and our connection to our family. Og þetta eru grundvallaratriði og það þykist ég vita að fjölskylduhefðir og samverur séu mjög sterkar í Tælandi og slíkt er líka á Íslandi þó að það sé kannski með svolítið öðru snið. Þá vil ég líka segja að það er alveg magnað, Marjón, hvað þú í krafti opins huga og framkvæmdagleði lifir ævintýralegu lífi og það er að mörgu leyti grundvöllurinn að því að þið eru hér saman komið. Og þess vegna er Orovan hérna líka svona björt og kátt brúður á Íslandi, búin að sjá snjó í fyrsta sinn. Þetta verður ekkert betra. Þetta er bara dásamlegt. Og þess vegna langar mig til að segja enn og aftur til hamingju kæru brúðhjón. Og ég geri það að bæn minni, bæn, prayer, já, ég geri það að bæn minni, ykkur til handa, kæru brúðhjón, á þessum fallega degi, að bæði Búdda og Jesús og fólkið ykkar styðji ykkur ávallt í lífsins ólgusjó og leiði ykkur áfram á hinum góða vegi, þeim vegi sem liggur til lífsins. And that you walk together the road of life. Orvan, best wishes and best praise to you and Mali.
framhaldi af þessum orðum, þá ætla ég að spyrja brúðgumann. Marjón Pétur Sigmundsson, er það einlægur ásetningur þinn og vilji að ganga að eiga Orowan Sukapúong sem hjá þér stendur? Já. Vilt þú með Guðs hjálp reynast henni trúr, elska hana og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera? Já. Orowan Sukapúong, er það einlægur ásetningur þinn og vilji að ganga að eiga Marjón Pétur Sigmundsson sem hjá þér stendur? Vilt þú með Guðs hjálp reynast honum trú, elska hann og virða í hverjum þeim kjörum sem Guð lætur ykkur á höndum bera? Kæru brúðhjón, dragið hring á hönd hvort öðru til vitnisburðar band ástar og trúfesti. Þú byrjar. Og takist í hendur þessum hjúskaparsáttmála til staðfestu. Með því að þið hafið heitið hvort öðru því að lifa saman í heilugu hjónabandi og játa það opinberlega í áhrif þessara votta hér og gefið hvort öðru hönd ykkar því til staðfestu, að þá lýsi ég því hér með yfir að þið eruð rétt hjón frammi fyrir Guði og frammi fyrir mönnum. Það sem Guð hefur tengt saman má maður eigi sundur slíta. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Andar. Amen. Amen. Og við skulum biðja. Let's pray. Drottinn Guð, lífs og ljós, við biðjum þig að vaka yfir þessum brúðhjónum. Marjón og Orowan, viltu hjálpa þeim að fara vel með allar þínar gjafir og einkum þá gjöf að þú hefur leitt þau saman og gert þau eitt. Viltu hjálpa þeim að vera hvort öðru sú gæfa sem þú ætlast til. Lát þau ávallt vera þakklátt fyrir að eiga hvort annað og viltu kenna þeim að biðja fyrirgefningar ef eitthvað ber í milli. Lát anda þinn leiða hjörtu þeirra, móta heimili þeirra og stjórna þeim í önnum og yndi lífsins. Við felum þér fjölskyldur þeirra beggja, viltu vera með þeim alla daga. Og þessar bænir og allar aðrar bænir sameinum við í þeirri bæn sem Drottinn kenndi og við biðjum öll saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunauðum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og meðtakið drottinlega blessun, Lord's blessing. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Malli, hvernig segir maður ég elska þig á tælisku? Kära kunmak. Kära kun. Sondra kunmak. Kæru brúðhjón,
Nú bið ég ykkur að innsigla hjónaheitin með vænum kossi. Congratulations and thank you for translating. Og nú bara veisla, og góða veislu gjöra skal og innilega og enn og aftur til hamingju og þiðar og njótið nú dagsins og dagana og lífsins sem framundan í Jesú nafni. Amen.